Hvað segir hann hans? Nei, ég sé allt fínt bara þar. Svo bara vinnan og að heyra eftir helgi og þannig svona bara sé þessu og bara ferðast aðeins og svona hittu þetta sem eru að brasa. Ferðast innanlands? Já, ég tekslu vinnuna, ég að fara hérna í Östurdalen eftir heræfinguna og svo ég að fara til Oslo og aftur byrjun apríl. Já. Og svo ég að fara til Kirkenes hérna í júní. Það bara svo leiðis. Svo ég að fara til Litáens eftir sumarið. Yes, á að fara að taka á rússunum. Þannig að ég var í bólusetningu í dag, fekk 3 bólusetningar. Já. Það að fara í bólusetningu aftur eftir mánuð. Búið að sprauta þig fyrir Putin. Fyrir Putin, já. Ég fá hatur beint í æð. Já, fyndi það er bólusettu, ég fæ svona eitthvað flott bóluefni. Já. Svo það er bólusettu með berklum og lifrarbólgu A held ég. Ekki lifrarbólgu C. Nei, ekki lifrarbólgu C. Ég spurði þig út í þetta. Þú veist, lifrarbólgu, að þú sagði bara hepatít og ég bara svona, já, þú veist, ég maður ekki nákvæmlega orða eins og þú veist, ég er bara konin í 15 ár, en þú veist. Já. Það veist, lifrarbólga A, hún getur við spytast í vatni og mat. Já. Ég hugsaði strax bara, þú veist, kynnsjúkdómar, þú veist, ok, þú veist, jú, þetta getur að láta bólusetja mig gegn því, en Já. Nei, það er Nei. Síðan held ég líka að fá bólusetningu hundæði. Þannig að Já. Þú ert í kaffinu? Já. Það er gott. Þegar við skal ég segja þér hérna tókum upp síðasta þátt þá drakk ég 2 kaffibolla og svo náði ég ekkert að sofna kvöldi sko. Nei. Og núna keypti ég mér eitthvað svona að því mér veist ég ákvað að kaupa mér eitthvað svona orkudrykk. Já. Drekka aldrei svoleiðis en hugsaði með mér sko. Mér finnst það svo helviti góður. Ég er eiginlega hættur því en ég er svona inn á milli þá leyfi ég mér það, en já. Ég er líka hætt að drekka kók. Ég drekk líka svolítið mikið kók. Þetta er ekki að það svo það er. Pældi því maður, hann sé núna bara að fara á þing, kallinn. Já, ég fíla hann ekkert alveg í þessu hlutverki. Heldur ekki í forseta. Nei, heldur ekki þegar hann var í forseta hérna. Nei. Mér finnst hann ekkert, ég fatta alveg þetta hérna, bestaflokksdæmi og það var algjör snild sko. Já. En þú veist, þetta ekki að fara í viðreisn og eitthvað, ég bara, come on sko. Nei. En hann er svolítið áhugaður karakter líka, hann er svolítið svona, ég veit það ekki, hann er svo, ég veit ekki hvað kallar, svo flókin típa, bæði hann er gaman að byssum og Texas og veist það geggjað, en hann er samt, þú veist, ekkert eitthvað alveg þannig típa heldur, hann er ekkert eitthvað últra íhaldsamur eitthvað, hvað maður að segja. Nei. En hann er svolítið svona áhugaður blandaði með dagur svona, sem maður getur að kalla eitthvað últra hægri og últra vinstri. Já. Já, það er aðri sálmar. Nei, ég keypti mér svona orkudrykka því ég var svo þreyttur síðast og svona svo ég segi, ég þori ekki að drekka þetta, ég veit ég á aldrei eftir að sofna í kvöld líka. Nei, mitt. Allt svo mikið okkur efnum með þeim. Ég drekka aldrei svona sko. Nei. Ég gerði aðalega nú ég drakk alltaf mikið á þessu áður fyrir, en ég gerði aðalega núna að ég er að keyra eitthvað. Þá að það eldi þegar maður er í bílnum og svona sötra á okkur. En hérna á leyfi ég mér svona inn á milli en maður á ekki að drekka þetta er þvílt óholt og algjört eitur. Þetta er líka fólk í vinnunni á mér sumir sem drekka ekki kaffi sko. Nei. En eru í þessu bara allan daginn. Já. Bara, þú veist, hvað verður með glerjungin þinn vinnur? Einmitt. Já, og svo hernum fólk árið þvílt magna orkudrykkin sem ég keyri í sig en það sér þetta bara, það er svona ruslatunnur út allt fyrir einmitt pantið og þetta er bara fólk árið keyrir í sig drykkjum og heræfingum sko, það eru menn einmitt að taka með sér fulla póka orkudrykkjum til að koma sér gegnum heræfinguna, þetta er alveg klikkun. Og síðan er hérna dósapenningnum safna saman og keyptu nýr skriðdrykki eða eitthvað. Já, keyptu nýr skriðdrykki. Monster skriðdrykki. Red Bull fattbissa.
Það er að keira þetta í gang. Keirum við í gang. Já, komið sæl gott fólk og verið velkomin í hlaðvarpi sögu skoðun með mér, Andri Jónssoni og eins og ávallt Ólafi Hersi Arnaldsinni. Komið sæll Ólafur. Blessaður. Hersir konungur. Þið það ekki konungur? Já, þetta er einhvern svona millistjórnandi, svona undir jarlinum. Svona einhvers konar höfðingi. Það er mitt. Já, við erum hlaðvarpi sögu skoðun, við erum konin aftur í upptökur. Við hlaðvarpi sögu skoðun er hlaðvarp sögu og sagnfræðileg málefni og gjarnan önnur málefni því tengt og reynum að hafa gaman að því á meðan og við erum komin inga aftur til þess að taka upp nýjan þátt og við vorum hér í síðasta þætti að fyrir ekki svo alllöngu síðan að ræða saman Rómarkeisarann Marcus Aurelius eða heimspeki kónginn öllu heldur. Nei, mitt. En í þættinum í dag ætlum við að tala annan Rómarkeisara. Já, einmitt. aðeins nútímalegri Rómarkeisara. Jáp. Já, við ætlum að ræða hann blessaða Mussolini. Mussofrænda, já. Ný Rómarkeisara. Það kan maður vel kalla hann. Einmitt. Við ætlum að tala Ítalíu í síðari heimsstyrjöld. Og svona, fyrst við erum að nefna Rómaveldið þá nú auðvitað ekki hjá því komist að nefna það auðvitað að þó það sé nú í gamni sagt auðvitað að kalla hann Rómarkeisara þá auðvitað hefur náttúrulega þessi frasi alltaf loðað við Mussolini það að hann hafi ætlað sér að endurreisa Rómaveldi og ég held að það sé örugglega að fullyrða það bara hér að sko bara í hverju einustu bók yfirlitsriti seinni heimsstyrjöldina eða Ítalíu í seinni heimsstyrjöldinni þá er þetta nefnt. Já. Þessi frasi notaður að Mussolini hafi ætlað sér að endurreisa Rómaveldi og þá er þetta verið að meina að hann hafi ætlað sér að gera það í svona geopólitískum skilningi, ekki kannski beint í svona stofnanalegum skilningi. Nei. Hann ætlaði ekki að endurvekja senatið og konsúla og eitthvað stofnanir Rómaveldis en svona í þessum landfræðilega skilningi. Já. Og ég var nú velta fyrir mig hvort að þetta orðalag sé eitthvað sem hefur verið búið til eftir á eða hvort þetta sé eitthvað sem kemur frá honum það var nú svo sem ekkert ólíkt honum að segja þetta sko. Kannastu það? Já, því til dæmis ég man eftir þegar ég til dæmis var í klassísku fræðanum í Þrándheimi að þá til dæmis voru að tala hvernig latínin hafi verið notuð þó líka svona á seinni tímum og til dæmis þá gerðu fasistar mjög mikið í því að nota einmitt latneskar áletranir á byggingar. Já. Og þá náttúrulega bara, þannig er bara eitt dæmi það hvernig þau voru að apa eftir þá þetta arfleiðinni og Rómaveldi. Já. Og svo er þetta líka til dæmis, mér er svo áhugavert að fólk getur farið inn á YouTube og leitað að því þegar og googlað, leitaði inn á YouTube þegar að Mussolini hélt inn í Líbíu og ég man ekki hvort það sé að fara inn í Benghazi eða Tripoli eða hvað það er og til dæmis hann situr þá á hesti, hvort það sé ekki á hvítum hesti og eftir honum fylgja tveir svona kallaðir ekki faskes eða faski eða eitthvað þannig það fasismin kemur á því það er X-in sem er með spýturnar í kringum bundnar saman. Já, er þetta ekki svona kornknippi eitthvað í kringum öxina? Nei, þetta eru svona þunnar trjágreinar og þetta á að standa fyrir það að sko ein og sér þá er létt að brjóta hana hverja trjágreinina en þegar þú setur trjágreinina saman í eitt knippi þá er hún sterk og brýtur það ekki. Einmitt. Eins og bara ef þú verður með ein ör getur auðvitað brotið en örvaknippið eða örvabúndið, þú brýtur það ekki. Já. Svo þá náttúrulega kringum þessa X-i og þetta er formt rómverskt tákn. Einmitt.
og er mjög áhugavert að þetta tákn líka sér maður í bandaríska þinginu, bandaríkjumenn nota þetta tákn en þann dag í dag. Já, þetta er svona táknar vald. Já, þetta er valdið. Og svona vald ríkisins. Og til dæmis þarna, þegar að Mussolini ríður inn í borgina með 2 svona menn fylgja honum með þetta tákn. Þú veist, það er alveg augljóst að hann er að apa eftir Rómaveldi. Þú veist, það er allavega svona hlutir sem þeir unnu í svona symbolík. Já, og það er mikilvægt að ekki vanmeta hvað er mikill kraftur oft í hinum þessum táknum. Að því, þú veist, manneskjan er hvað við segja, við erum táknarinnar verur, þú veist, við erum endalaust tákn og við erum voðalega upptekin á táknum og mikið að því er í raunveru ósjálfrátt, maður spáir ekki í því. Alltaf svona notkun og svona táknum eru þetta ákveðin samskipti. Algjörlega. Þú ert að koma einhverjum hugmyndum og skilabúðum til skila. Og svo til dæmis bara eins og Íslandi, þú veist, fjallkonan eða hvað maður vil nota, bara fáninn, þú veist, hvað liggur mikið í íslenska fánunum. Þú veist, það er ekki bara einhver einfaldir litir og einhver drusla hennan gæsalappa. Þú veist, það er rosalega mikil tákn þegar þú horfir á hann. Jú. Já, Bessastaðir, þú veist, Bessastaðir er ekki bara einhver bygging. Nei. Það er svo margt annað. Og þetta er kannski, og þegar maður byrjar að spá og spekuleri í svona grundvallaratriðum, þá náttúrulega skýrir maður sér betur grein fyrir því hvað líkur kannski margt á bakvið, eitthvað sem kannski yfirbörðun hljómar sem kannski hálf heimskuri spurning eða einfalt, að það var mikið flóknara. Nei. Og það sjáum við þetta með Ítalana og fasistarhreyfinguna. Það var auðvitað draumur að ná endurvekja einhvers konar Rómaveldi, en svo náttúrulega mikill munur á, hvað við segja, draumum og löngunum og getu. En aðeins að þessu með þetta fascis, af því að var þetta ekki einmitt á þetta tákn, þetta vísar í þetta hálfgerða vopn, sem að voru þetta ekki ykkur svona pretórískir verðir sem að gengu einmitt með þetta vopn og fylgdu keisaranum. Já. Þannig að með því að vera með gaura í þessu er auðvitað Mussolini að stíla sig upp sem Rómakeisara, þannig séð. Algjörlega. Já, algjörlega. Nei, þetta er áhugavert og Mussolini og Ítalía fasismans eru auðvitað svona mjög merkileg saga og saga sem er mjög relevant í dag, ekki síst út af því að það er svona uppgangur svona hægri afla víðsvegar og fasismin á Ítalíu þetta líka sko er svolítið svona fyrirmynd fyrir svo marga aðrar svona öfgahægri stefnur auðvitað á millistríðsárunum líka sem að auðvitað var til þess síðan náttúrulega Mussolini auðvitað og fasismin féll í skuggan auðvitað á Hitler og nasismannum og það er kannski svolítið svona rauður þráður í allir þessari sögu eftir að nasistar komast til valda, það er svona þessi dýnamík á milli Ítalíu og Þýskalands og Hitlers og Mussolinis og hvernig svona þeirra samband þróast og kemur auðvitað svona vel fram á vígvellinum auðvitað þess að við ætlum að koma að betur seinna þettinum sko. Já, og áhugavert líka og mikilvægt að hafa það í huga þannig að mikill munur náttúrulega á fasisma og nasisma til dæmis hvað það varðar að fasismin var aldrei líffræðilegur. Það sé að þó við fasistar voru ekki uppteknir af einhverjum hugmyndum um blóð og blóðbönd og gen og einhverja slíkar hugmyndir enda var það áhugavert að þeir oft voru að deila allir það fasistar og nasistar að því náttúrulega nasismin var svo rosalega upptekin af þessu hverju voru arjar og til dæmis litið er ekki á Ítalíu sem arja og það var deiluefni og svona hugsuður til dæmis á Ítalíu svo Julius Evola hann var mjög upptekinn af því að þetta væri svona andans menn það var það sem myndi gera því að yfirburða menni eða ekki alls ekki einhver líffræði þannig til dæmis hann lenti fljótt upp á kant við SS til dæmis SS var bara upptekinnir af þessum hvað við kallaði svona þessum darwinisma sem var ráðandi á þessum tíma og einhverju svona kynþátta hugmyndum. En það náttúrulega þetta voru Ítalir svona framan af ekkert með þetta upp á borðinu en auðvitað þegar framleiðu stundir þá náttúrulega vegna áhrifa frá þjóðverum þá náttúrulega fóru þeir að innleiða
svona rasískar stefnur og það var reynda frekar snemma, var það ekki sem að gyðingar mistu borgararéttindin sín hvort það var 38 var það ekki? Ég man það ekki, en það er nefnilega þannig til þess að gyðingar voru mjög margir í fastaflokknum Já, einmitt og Ítalía ég held að Ítalía sé það land sem hafi komið þetta best út úr seinni heimsstyrjöldin hvað varðar hversu margir gyðingar lifðu af helföruna Já, var þetta ekki svolítið svipað sem með Ungverjalanda þeim var hlíft alveg þangað til að Þjóðverjar tóku yfir hann í lokin Já, hann hlíftist lengi á gátu og þá byrjaði náttúrulega mikið blóðbað Já, að þið til dæmis það er áhvert hann Cornelio Cetra Cotranu Það er svo fyndið alltaf er rétt að reyna að bera fram þetta nafn Já, ég státturast alltaf en allavega leiðtogi fasista í Rúmeníu hann kvartaði undan því í sínum skrifum að það væri svo lítil gyðinga andúð á Ítalíu en hann útskýri það með því að vegna þess að það voru svo fáir gyðingar á Ítalíu að menna á svo mikið af gyðingum í Rúmeníu og það er allir með áhvert að hann hafi verið að skrifa þetta og tala þetta því og ástæðan fyrir okkur að gera það var vegna þess að ítalsku fasismi er alltaf svo mikið innblástur fyrir nasista hreyfinguna í Þýskalandi og fasista hreyfingar hér og þar Evrópu en það er bara svo mikilvægt að mér eins og hlustandu heyra þá ég er alltaf brennandi áhuga fasisma og hef lesið alveg heilmikið náttúrulega sögufasismans og líka af frumheimildum lesið Mein Kampf og lesið Julius Evola og Cotranu og Mussolini og hina og þessa að þetta náttúrulega var svo mikilvæg hluti náttúrulega bara hugmyndasögu 20. aldar en það sem er svo áhugavert sérstaklega með fasisman er náttúrulega þetta er eiginlega hugmynd sem svona kom bröst fram á sjónarsviðið rétt eftir kannski fyrir heimsstyrjöld og brann síðan nánast algjörlega upp við lok seinni heimsstyrjaldar Einmitt. Og það er svo áhugavert að þú ert með svona hugmyndafræði sem hefur svona rosalega ítök og áhrif og sem alveg blossar fram og svo bara rosa sprenging og svo brennur þetta alveg upp og náttúrulega ástæðan fyrir því þetta er náttúrulega hryllingur náttúrulega í seinni heimsstyrjöld og hvernig þetta allt fór En náttúrulega mjög mikilvægur náttúrulega hluti af þessu náttúrulega staður og stund og svona efnaðslegar aðstæður í kjölfara og fyrir heimsstyrjöldun og svona auðvitað sem að en alltaf því þú segir að fasisman á Ítalíu er svona mikill innblástur og það er svolítið áhugavert að því hann alltaf kemur fram svo löngu fyrir heldur en allir hinir hann kemur, 10 árum fyrr heldur en nasismin allavega til valda Nei, það er ekki rétt að segja það að því að náttúrulega nasistminn nasistaflokkurinn og náttúrulega miklu eldri heldur en valdataka nasista þannig að kannski ekki alveg rétt hjá mér að segja það Nei, en samt náttúrulega þeir taka völdin hvað 1922 á Ítalíu fastaflokkurinn á meðan að Hitler og Nastar komst ekki í valda fyrir 1933 Já en náttúrulega nasistaflokkurinn er búin að vera til alveg síðan 1919 eða eitthvað Já, það er alveg rétt og náttúrulega fasistaflokkarnir og flokkstarfið í gangi alls það á 3. áratugnum svo sem í öðrum löndum en það er nú svo sem önnur saga Svo er bara samt þess að skjótaði líka inn að og ég er náttúrulega ekki að fara að ræða það allt það er náttúrulega bara efni að heyra þátt og allt þannig en það sem er líka áhugavert með fasismann er að fasismin upphaflega og fasismin ítalski fasismin og Mussolini var mjög hliðhollu kommunismanum og til að byrja með á litur á þessar tvær hreyfingar fasisma og kommunisma sem í raun og veru tvær hreyfingar sem gátt algjörlega verið í bandalagi gegn auðvaldinu en þetta er náttúrulega mikilvægt að halda það líka til haga náttúrulega að fasismi náttúrulega sprettur upp úr hvað maður kalla svona sósialisma, kommunisma stríðsárana Já, og svona kannski sem andkapitalisma og svona líka og andkapitalisma og allt það og þetta Mussolini sjálfur náttúrulega var sósialisti til að byrja með og það hefur þetta verið bent á það líka að missi svo undir lokin á hans ævi síðustu 2 árin eftir að hún var bolað frá og var settur upp sem svona strengjabrúða á Norður Ítalíu í Saló-lýðveldinu svo það stundu kallaði eða Repubblica Sociale Italia eða eitthvað þannig það heitir Italian Social Republic
Já, og hann sá fyrir sér var að velta fyrir sér að kalla það sko sósíalískt lýðveldi eða alþýðu lýðveldi vegna þess að menn hafa bent á að svona í stefnum hans á þeim tíma þá kemur svona aðeins meira afturhvarf til þessarar svona maður má orða svona sósíalismans í þjóðurni sósíalismanum þess að stundum sagt sko að svona sterkari áhersla á þessi félagslegu gildi í fasismannum heldur en hann hefði kannski haft síðastliðin 20 ár sem hann var við völd sko kannski verður hann aðeins meiri svona ideológ þar en var þetta alltaf náttúrulega í valdandi Mussolinis náttúrulega eftir að hann var komin á koppinn og fasismin var komin á koppinn og þá náttúrulega þetta var náttúrulega andkommunismi og náttúrulega andúði Sovjetríkin stór hluti af þessu sérstaklega þetta þeirra leið á og náttúrulega þessu Hitler þetta og Mussolini fundu þar sameinlegan hljómgrunnu þetta í svona andkommunisma og svona Já, þeir leiða og eins og til dæmis náttúrulega Ítalíu þegar Sovjetríkin náttúrulega ákveðu að styðja við refsiaðgerðirnar út af innrásinni í Abissínu, Eþíópíu svo náttúrulega þeir studdu lýðveldið á Spáni í borgarstríðinu þá náttúrulega snerist orðræðan á Ítalíu og þá kom allur þessi andkommunismi fram og breyttist það úr þessari vinarlegu orðræðu yfir í þá fjandskap En það er að mörgu að taka hérna í tengslu við Mussolini og fasismann en í þættinum í dag ætlum við að fókusera á hernaðarsögu Ítalíu í seinni heimsstyrjöldinni en við ætlum líka að tala svolítið svona þessa diplomatísku sögu og þessa svona aðdraganda og mér finnst oft gaman þegar við förum að skoða svona málu eins og við höfum oft gert líka þegar við tölum Austurríki og Ungverjaland og svona, það er svona byrjaði ég að svona setja borðið þessa hefðbundni standardmynd sem að maður hefur sem er svona þessi útgangspunktur sem að maður fer í og það er auðvitað þetta að sko við höfum svona þessa mynd auðvitað Mussolini sem bara einhvern veginn svona algjört sidekick við Hitler og hann svona dregst út í þessa styrjöld fer mjög svona degurbarklega ræðst inn í einu af þessi lönd en feilar alls þar og þetta er allt algjört disaster alls þar að sem að hann drepur niður fætið með sínar hersveitir þangað til að honum er komið frá völdum og það var eiginlega kannski svolítið svona útgangspunkturinn sem við ætlum að fara í þetta með að vera að skoða svona hvað er til í þessari staðalímynd og hvað hafa sakfræðingar verið að segja að því það er auðvitað og hefur alla 20. verið rosalega sterk svona staðalímynd á Ítölum að þeir séu huglausir þeir séu lélegir hermenn, þeir kunni ekki að berjast þeir kunni bara borða rjómaís og allar þessar svona neikvæðu staðalímyndir í kringum Ítala og ítalski herinn ekki geta neitt í seinni heimsstyrjöldinni En í stuttum máli Ólafur, skeit ítalski herinn upp á baki seinni heimsstyrjöldinni, já eða nei? Já, alveg gjörsamlega. Já. Það er bara það sem er að stutta svarið í þessu að allir þessir fordómar að staðalímyndir standast algjörlega. Já, allan upp á þessu marki. En þá ætlum við að tala það, þú veist, af hverju og þá getum við líka sagt svona í stuttum máli náttúrulega að hoppum aðeins aftur til fyrir heimsstyrjöld. Ítalía náttúrulega var alltaf veikasta og lélegasta stórveldið einmitt kemur þetta svolítið seint líka fram á sviðið þetta svona eins og Þýskaland Ítalía er náttúrulega ekki saminu fyrir en hvernig var það, 1860 eitthvað það ættir muna 1866 er ekki eitthvað 1800 það klárast 1871 nei er það? Jú, síðasti þátturinn í þessu var þegar þeir tóku Róm 1870 ok, telja það með það er þegar þeir tóku Páan með sér það eru almennt samt fyrra ártalið þegar ekki hvenær er ríkið Ítalía 1861 er já 1861 getur við sagt og svo endarlega með þarna með tökur Rómar 1870 einmitt. Það eru 10 árum undan Þýskalandi en það er einmitt það sem er áhugavert að Ítalía náttúrulega var alltaf að spila mikið stærra hlutverk en þeir höfðu efni á
og það er náttúrulega líka hluti náttúrulega og þetta hangir allt mjög saman að Ítalía fer inn í fyrir heimsstyrjöldu með mjög háleit markmið og ætla að ná undir sig fullt á landi og þeir einfaldlega bara selja sig, það er bara hver býð okkur mest land og bandamenn náðu að bjóða meira og svo þeir fengu ekki alltaf sem þeir byggust við og eru fyrir miklu vonbrigðum og ítalski herinn var mjög lélegur í fyrir heimsstyrjöld og stóð sér mjög illa og var næstu því sigraður. En engu að síður mistu mikið af mönnum og þetta var náttúrulega dýrt þannig að það voru mikil vonbrigði og náttúrulega þessi vonbrigði þetta kerðu áfram fasismann ákveðnu leyti að Ítalir upplýðu sér svikna af bandamönnum. Hann talaði Vittoria Mutilata, hann Mussolini og var svona slagorð limlestur sigur sem og það er auðvitað svolítið áhugavert að náttúrulega Ítalía og fasismin náttúrulega og þessar stefnur, öfgastefnur hvort það eru hægri eða vinstri stefnur, það eru auðvitað að koma grassera þarna í þessum löndum sem að svona töpuðu í fyrir heimsstyrjöldinni skilur minnumáttakendin og svo náttúrulega er Ítalía þarna í fronti landið sem að eiginlega vann, eða var allavega í vinningshliðin, en þeir litu einhvern veginn svo á upplifðu ekki að þeir eru unni en pældi í þessu, þú veist, við komum aðeins að þessu þegar vorum að tala Austurríki-Ungverjalandi fyrir heimsstyrjöldinni hvernig þeir voru að berjast þarna í Ölpunum við Ítalina við alveg skelfilegar aðstæður og allt þetta og framlag Ítala til stríðsins var nú ekkert sko til að hrópa húra fyrir eins og þú sagðir en þeir mistu samt sko 650.000 manns einmitt og það er ótrúlega mikið það er það ef þú berðað sama við sko Breta sem voru þarna in the carnage á Vesturvígstöðunum sem mistu sko 700-800.000 einmitt þú veist það er næstu jafn mikið mannfall sko og svo fannst auðvitað Ítölu mörgum og Mussolini og fasistónum auðvitað fannst þess að þeir hefði ekki fengið nóg mikið fyrir sinn snúð í þessum limlesta sigri. En það sem náttúrulega var líka svo erfitt við þessar landkröfur Ítala var náttúrulega að þeir voru að krefjast þess að fá landsvæði sem var byggð af öðru fólki, svo til þess þeir fengu Suður Tíról. Það var bara þjóðverjar og það er þjóðverjar enn þann dag í dag í þeim skilningi, þú veist, þetta er bara þýsku meðlandi landsvæði þú veist, eiginlega allir íbúðin að tala þýsku þetta er, þú veist, ég held að þú færir yfir landamenn frá Austurríki til Ítalíu og þú sér ekkert mun Nei, og líka meira þess að heitir Suður Tíról og það var, þú veist, þannig þeir voru krefast þess að fá meira af þá Austurríkismönnum þeir voru krefast þess að fá mikið landsvæði í því í dag er Króatía og það er alltaf bara byggt af Króatum og það var mjög erfitt fyrir bandamenn eftir sjálfsákvörðun rétt þjóða og allt þannig að já þið Ítalir, þið fáið hérna nokkur 100.000 Króata og nokkur 100.000 Bosníumenn og hitt og þetta þannig að þess vegna náttúrulega voru þetta mikið vonbrigði og svo náttúrulega líka það náttúrulega ef við lítum á þessu efnahagssöguna náttúrulega Ítalía náttúrulega iðnvæddist seinna en til dæmis Niðurlönd og Bretland og Frakkland og Þýskaland og svona Já, sérstaklega náttúrulega suðrið sem innvæntist nú bara eiginlega ekki neitt. Já, svo það náttúrulega líka stór hluti af þessu, en þetta er ennþá mikill munur í dag og það eru meira að segja svona raddir í dag sem eru að tala um það jafnvel að kljúfa Ítalíu í tvennt og norðri til dæmis, það er alveg ákveðin óanægja í norðrinu með það að þeim finnst suðri vera dragbítur og það er þannig að mikið meiri fátækt í suðrinu. Og þess vegna er alltaf mikið að deilum Ítalíu og alltaf hluta því okkur að það er mikill pólitískur óstöðuleiki í Ítalíu. Ég las þetta í gær bara nefna það því þú ert að nefna þetta með innan en það var hans að lesa hérna í bókum mitt efnahagssögu Evrópu og og þeir segja ég skrifa þetta hérna hjá mér að sérst Ítalía og Japan hafi verið orðin svona á endanum urðið svona sem að kalla svona miðja í þessum innvætta heimi alltaf tala um svona kór og periferi miðja og jaðar sko Já. Að þau hafi orðið það sko þegar það komið fram undir þú veist á 4. áratugin en munurinn var svo að Japan var með miklu fleira fólk sko þannig að Japan tókst
að halda sér gangandi miklu lengur en Ítalir, það tengist Já. auðvitað þessari hernaðasta framlýslu hérna. Já, En þeir segja hérna í þessari bók sko að sko þegar komið er fram á 4. áratuginn sko þá er norðvestrið orðið að svona miðju, svona innvættri miðju á stærð við Holland já, á meðan suðrið var alltaf on the edge að vera core og periferi. já. Það fyrst og fremst bara svona gamaldast landbúnaðar samfélag. Einmitt. En framleiðslan var nú samt held ég meiri hjá Ítalíu heldur en Hollandi sko, iðnaðar framleiðslan. Já, Þannig að ég hvort þessi verið að meina hérna the size of the Netherlands, hvort þessi verið að meina hérna bara landfræðilega stærð. Nei, það er líka stærri heldur en það. já, En það er önnur saga. já. Allavega. En það þýðir alltaf til dæmis að þegar Mussolini tekur við þarna 22 og komur að segja, kannski byrjar með þessa landvinninga drauma sína, en þá náttúrulega var hann að vinna með þetta samfélag og ríki sem hafði ekkert burði til þess að ná þessum markmiðum í stuttu máli. Það er eiginlega líka svona essensin í allir þessari sögu eiginlega bara fram til 1943 Já, er að það er alltaf einhvern veginn Mussolini sem er með ákveðnar hugmyndir en þú veist, samfélagið er bara ekki að nei. halda í við þær sko. Nei, og til dæmis, það er líka mikilvægt bara til að setja það sögursvið á þessum tíma þá alltaf Ítalía er ég þá líka yfir hluta því sem er í dag Króatía, réð líka yfir Líbíu og Ródos og síðan líka yfir hluta Sómalíu. Já, og Eritreu. Já, og Eritreu, já. Þannig að þeir áttu sér svona aðeins nýlönduveldi og fyrsta voru þarna nú þegar í Afríku, sérstaklega kannski Eritreu og Sómalíu, og dreymdi líka að styrkja þá Afríkuveldið. Og það var svona hluti náttúrulega líka þessum kannski svona Rómaveldi strömmum en að svona nýjar Rómaveldi í Ítalía myndi vera mikið byggt á Afríku. Já, já. Og það er náttúrulega kemur út að ástæðan fyrir því til dæmis af hverju þeir réðust síðan inn í Abissínu sem í dag heitir Eþíópía. 36 var ekki 36? 35, því og loki 36, já. Er það? Já, var það ekki eitthvað. Nú er ég að hugsa Hearts of Iron, alltaf þegar maður byrjar 1. janúar er ekki 1936, þá byrjar stríðið skömmu eftir. Maður þarf kannski að passa að segja svo Hearts of Iron byrju. Jú, maður þarf að passa Hearts of Iron. Abissíníu stríðið var frá október 1935 ok. Sem að það hófst og það því líka nú ekki formulega fyrir febrúar 37 stendur hérna við ekki betja. Ég er kannski að rugla, kannski byrja maður þegar maður spilar Ítalíu í stríðið við Eþíópíu. Nei, mér minnur nú það ekki en það er reyndar önnur saga. Það er önnur saga. En heyrðu, sko þetta er náttúrulega á sér lengri sögu því að því þú ert að segja náttúrulega með Eþíópíu að sko Eþíópíu stríðið 35-36 er seinna Eþíópíu stríðið. Fyrra Eþíópíu stríðið var á undir lok 19. aldar þegar að Ítalir gerðu innrás í Eþíópíu 1895-6 og svoleiðis og sáleiðangur var algjört disaster. Já. Og það var það það leiti sem að þeir voru að brjóta undir sig þessar nýlendur í Eritreu og Sómalíu. Held að það hefði komið, þeir hafi gert það á 10-15 árum fyrr, ef ég maður rétt. Og það var orustan við Adva, þar sem að her Eþíópíu sigraði her Ítalíu og þú veist, maður átt að segja sko, hvað það var gríðarlegt kjaftshögg fyrir þessar imperialistísku þjóðir. Já. Eða fyrir þessa evrópsku þjóð að Afríku þjóð hafi sigrað á í orustu. Ofboðsleg niðurlæging. Og það er auðvitað svona svipað eins og þegar Rússar töpuðu fyrir Japunum í stríðinu 1905 eða 1904 og náttúrulega eins og segir gríðarleg niðurlæging
og var til þess að þeir fengu ekkert Eþíópía var eina sjálfstæða ríkið í Afríku. Já. Við erum talað stundum um það, við þurfum að taka þátt Eþíópíu, það er merkilegt land. Algjörlega. Já. Og þetta satt alltaf mjög í tölum. Já. Og ekki síst náttúrulega í Mussolini þetta. Þannig að hlutaði auðvitað okkur hann hrindi síðan að stað þessari herferð á auðvitað var náttúrulega til þess að hefna auðvitað þessar ófara. En svo líka náttúrulega maður skoður aðeins að því að Mussolini er náttúrulega svona hann er svona þessi maður orðsins, hann er svona hann skýst fram á ritvöllin og skrifaði mjög mikið. Já. Hann náttúrulega var með sitt eigið dagblað Il Popolo Italia eða eitthvað líka sem var svona málgagn hans og flokksins eiginlega bara alla tíð og líka áður en hann komst til valda held ég og og því leiti náttúrulega öðru sem Hitler sem skrifa aldrei neitt sko. Nei, mitt. Og Mussolini alltaf svona orðheppinn og þetta er kannski líka hvað sem er svona hans arfleið þetta líka er að hann er svona mjög frægur fyrir svona þessa framkomu og þennan stíl það sem hann var svona ákveðin frumkvöðl í sem alltaf Hitler og svona og allir þessi fasistar þessu við sögum að hann alltaf þú veist læri svolítið af og er svona fyrirmynd fyrir sko svona þennan algjörlega þennan svona retóriska stíl sko. Já. Og hann talaði sko að Ítalía sko Miðjarðarhafið er sko á að vera þeirra svæði sko en Ítalía er runni í fangelsi sko, þetta er svona þessi myndlíking sko. Ítalía er í fangelsi á Miðjarðarhafið er fangelsi fyrir Ítalíu, við erum lokuð inni og rimlarnir eru sko Kýpur, Malta, Korsika og Gibraltar. Já. Það sem að sko hlekkir versalakerfisins halda Ítalíu í skefjum og þeir þurfa að fá að brjótast úr þessum hlekkjum og þetta talaði hann sko á 3. áratugnum í blaðinu sínu og var svona þessi svona utanríkis svona stórveldistraumar sem að hann kom með og vann með allar götur og talaði spatio vitale sem er svona lífsrými, það er rauninni bara lebensrám að það þyrfti að útvika og Ítalíu þurfi meira pláss, meira land. Já, styrkja Ítalíu. Eins og við oft talaðum í þessum þáttum, þú ert ekki þjóðamöl, þjóðanem og er eitthvað svona stór hugmyndir. Nei. Stór Úkraína eða stór Rússland eða stór Ungverjaland eða stór eitthvað. Þú verður að vera með eitthvað þannig, stór Ítalía. Já. Og svo vildi þetta Mussolini líka fá aðgang á höfunum, aðgang á Indlandshafi til dæmis og Rauðahafi og það er þetta kemur þessi áherslu á Austur-Afríku. Já. Og svo þetta er líka áhugavert í þessu sko að náttúrulega á 3. áratugnum að því að ef við skoðum sko utanríkispólitík Mussolinis og utanríkisstefnu þá má alveg skipta henni svolítið í 2 tímabil, það er fyrir og eftir 1935 basically fyrir og eftir Eþíópíustríði að því að sko eftir Eþíópíustríði sko þá eru nasistar búin að koma sér á koppinn í Þýskalandi og þú veist heimsmyndin er orðin alveg gjörbreytt. Já. Fyrir þann tíma þá eru við ennþá með þetta versalakerfi svo á 3. áratugnum og Ítalía svolítið að spila inn í þeim ramma og þá er náttúrulega Þýskaland ekki orðið þetta stórveldi sem að þeir eru síðan setna sko. Nei. Og þá er Ítalía svolítið að sjá fyrir sér sko líka til þess að þeir vilja fá að dóminera Balkanskagan og þeir vilja fá að hafa áhrif yfir þessum löndum sem áður var Austurríki-Ungverjaland sko. Já. Og það er auðvitað komið ákveðið svona conflict of interests með Þýskalandi þar sko. Algjörlega. Eins og séstu þetta í þessum deilum Austurríki náttúrulega sem að komu náttúrulega upp á 4. áratugnum. Einmitt. Þetta alltaf Ítalíu þetta varði sjálfstæði Austurríkis til þess að byrja með sem alltaf kom það stóði vegi fyrir þetta eilum með Þýskalands og meira segja ræðsla að þeim myndu það myndi brjóðast út stríð á milli Þýskalands og Ítalíu. Einmitt. Sem var síðan ekkert úr það menn að semja en eins og til mis á 3. áratugnum sko þá var Ítalía spilaði svolítið með í þessum svona friðarleik var svolítið Mussolini var í aktífu samstarfi með
Bretum og Frökkum og þjóðabandalaginu og svona þó svo það hafi verið þarna eins og til þess að Korfú atvikið 1923 þar sem að Ítalir hertóku eyjuna Korfú, grísku eyjuna Korfú þó svo þeir hafa nú reynda fengið svona ýmislegt út úr því atviki að þá endaði það samt með því að þjóðabandalaginu tókst svona að fá Ítala til að draga sér tilbaka úr því og vildi að hann hafi upplifað þeir hafi svona svolítið þurfti að láta í minnipokan þar og Ítalía var svolítið með í þessum svona eins og þarna Locarno samningurinn og fleiri svona af þessum svona diplomatísku samningum sem voru á þriðja áratugnum í tengslu við Þýskaland sko að halda Þýskalandi niðri og halda áfram með þetta versalakerfi en á sama tíma sko það talaði Mussolini alltaf það sko að það er að brjóta þetta versalakerfi og það var eiginlega það sem hann vildi innst inni en hann var ekkert inn einu standi til þess að gera neitt í því fyrir en eftir 1935 og þá sér maður líka náttúrulega að einmitt þetta, að Mussolini með stórveldisdrauma en gæti ekkert gert í því sjálfur og tækifæri sinni náttúrulega lýsir hann líka mjög vel auðvitað því að síðan þegar að Þýskaland sem náttúrulega er það land sem hefur mesta burði til þess að brjóta þessa stöðu í alþjóðamálum eftir fyrir heimsstyrjöld og Versalasamningin og þá var auðvitað Þýskaland sem auðvitað braut allt þetta baka aftur og þá sköpuðust tækifæri sem Mussolini þá sem reyndi að grípa og greip en gat aldrei nýtt þau til fulls vegna þess að allt var gert af svo miklu vanefnum það var ekki framleitt nú á vopnum og iðnaðarframleiðslan var ekki til staðar til þess að halda uppi einhver svona stór ríki Einmitt Hann náttúrulega, það er áhugavert sko, það hafi þetta verið svolítið í sagnarreitunum þetta tímabil og svona, það hafi þetta verið svona skipta skoðanir auðvitað það svona hvað var planið hans Mussolini í allan tíman og svona stundum er verið að tala að hann hafi verið sko, hafi fyrst og fremst verið viljað að vinna með Bretum hann var alltaf andstæðingur Frakka sko og hann hataði Júgóslavíu, hann hafði plönum það að losa sig við Júgóslavíu, hann vildi ekki sjá það, hann vildi að Ítalía myndi dóminera Adriahafinu og Balkanskaganum en það hafa verið svona mismundi kenningar og skoðunur þetta sko, hvað varð til þess að hann fór frá því að vera í samvinnu við Vesturveldin yfir í það að vinna með Þjóðverjum sumir hafa sagt til dæmis að það hafi verið Eþíópíustríðið sem að þú veist keyrði hann sko frá bandamönnum yfir til Þjóðverja en svo hafa nú eiginlega finnst mér svona með það sem ég hef verið að lesa svolítið svona sagnarreitunum þetta sko það sem er að nota nýjustu skjalagágnin og svona hann er líka svolítið á þeim vagni John Gooch sem er sagfræðingur sem hefur skrifað svolítið þetta að Mussolini hafi alltaf haft plönum að fara í stríð frá upphafi sko og hann hefði síðan sko fengið tækifæri til þess og hann hefði þurft sko eitthvað sterkan bandamann eins og Þjóðverja sko til þess að vera með, til þess að hjálpa sér í þeim aspirasjónum og þegar að sko Þjóðverja koma fyrst fram sko þá lýst Mussolini ekkert á þennan Hitlergaur sko og þú veist, þeir eru algjöru vitlýsingar þessi nasistar og svona, en þú veist, þeir eru useful fools, skilur svona Mussolini er svona mastermindin annars, sko sér fyrir sér, sko Þýskaland muni, sko, hernaðarveðast á okkur 10 árum eða eitthvað, en síðan gerist það miklu hraðar, sko Þýskaland verður okkur monsteri sem Mussolini ræður ekkert við, sko, og svo endan hann ánum bara eitthvað puppet fyrir þeim Samber sko. Það til þess að þegar Mussolini var að spyrja hersöðingina sína hvenær eru við tilbúinir í stríð hvenær er ítalski herinn tilbúin þá fekk hann svörin svo 1945 kannski 1949 en það er það hóði að við séum að vinna að verkarlýðurinn sé að vinna 10 tíma vakt hverjum einasta degi ok, ef þið gera það ekki þá kannski áratugi seinna og þú veist já, og þannig erum við að tala þú veist, þetta er fyrir stríðið kannski, hann er að spyrja þessu kannski 37, 38, 39
það náttúrulega augljóst, þú veist, 39 er tilbúið eftir 6 ár kannski 8, kannski 10 og það náttúrulega þetta sýnir svo vel hvað draumar og Mussolini sem voru ekki nokkru tengslu við raunveruleikann. Nei en það samt áhugavert sko að eins og þú veist, það eru skýr dæmi það, eða sko merkjum það, þú veist, að hann hafi verið, þú veist, ef þetta er raunveruleikinn, skilur, Ítalía er ekki tilbúin í stríð fyrir sko, ég veit 1945, að hann er samt sko byrjaður að plana Evrópustríð, ekki bara Afrikustríð eða nýlendustríð heldur sko svo snemma sem í kringum 1930, 31, 2, 3, 4 þá er hann að láta búa til plön láta herinn draga upp plönum sko stríð við Frakka, skilur já. Þá er hann að tala sko ef við opnum á stríð þar sem að þar sem við erum með 2 vígstöðar sko stríð, að því Frakkar og Júgoslavar voru með svona hálfgert bandalag stríð við Júgoslavíu sko, þess að þeir myndu vera í aggressífu stríði þar og síðan í varnarstríði við Frakka á vesturvægnum sko já. Þú veist, hann er að láta draga upp svona plön einmitt. Og hann bendir á þarna Gucci einmitt, mjög áhugavert sko, hann talar að það er maður sem heitir Pietro Gassera sem var varnarmálaráðherra hersöðingi, ítalskur varnarmálaráðherra held ég milli 30 í kringum 1930 fram til svona 33 sá maður hefur skilið eftir sig dagbækur eða svona skrif, nótur svona minnispunkta sem hann skrifaði á fundum með Mussolini frá þessu tímabili, hann hafði reglulega fundi sko með Mussolini og þar kemur fram sko að Mussolini er að tala sko, nú erum við að undirbúa okkur fyrir stríð sko, Evrópustyrjöld löngu áður en Hitler eins og komið til valda sko og hann segir það, ég hef það eftir Gucci sko, að þar kemur fram í þessum nótum að sko Mussolini á að hafa sagt á einum af þessum fundum sko, við leikum friðar sinna á meðan við undirbúum okkur fyrir stríð þetta hriflaði varnarmálaráðherra niður á blaðið sitt sko og svo getur maður auðvitað rætt það hversu góðar heimildir þetta eru og svo framvegis en mér sýnir svona á litteratúrnum sko, þú veist að menn eru svolítið að tala þetta að Mussolini er sannarlega stríðsmangari og er ekki alveg í takti við svona restina af samfélaginu sko og heiminum. Nei, þessi er svo áhort við þetta eins og þetta, undirbúið fyrir stríð og þetta margt sem betur til þess að það hafi þetta verið markmiðið og stefnan, en síðan er samt svo áhugavert klúður í þessu, til dæmis það þegar til dæmis Ítalía gengur inn í stríðið að þá sýnir það sig að landbúnaðarráðuneytið og landbúnaðaráðherrann er ekki með nein plön fyrir landbúnaðin í stríði og það er alveg augljóst í nútíma hernaði að þú verður að vera með eitthvað skipul eða þú verður einhvern veginn að stýra auðvitað matvælaframleiðslunni engin slík plön eða til dæmis bara hinn og þessi svona orkunýting eins og til dæmis bensín og dísel það alveg leið töluvert á stríðið áður en það voru settar almennilegar reglur og byrja til dæmis að skammta það að til dæmis ég get fundið hérna eftir í Mílan og Rómaborg voru það notar jafn mikið af eldsneyti og herinn hvað var þegar, á mánuði eins og allur herinn var að nota á sama tíma það var svo margt svona sérstækt en það náttúrulega sér maður líka eins og með Mussolini að ég myndi líka kannski lýsa hann svolítið sem svona kjaftaski eða þannig og líka þetta, hann er alltaf með þessi maður orðsins með stór orð og allt þetta og hann einhvern veginn líka nær einhvern veginn alltaf að kjafta sig áfram það er allir með alveg sér maður vel á allir með fundum sem hann var með að þegar það voru einhverju fundir og menn komið með einhverju tölur og voru að tala um eitthvað að það sem hann vissi ekki þá horfði fram hjá því og stýrði umræðunni þá frekar yfir á eitthvað sviðar sem hann vissi vissi eitthvað sérstakt og það gæti til dæmis verið þegar var verið að tala um svo skort á
hvað var að segja kopar eða skort á járni að þá gæti hann dreift eða skort á einhverju matvælu, þá gæti hann stýrt umræðunni yfir á það að já, en við framleiðum svona mikið af ólífólju það er svona mikið af kjöti við getum alveg kannski tekið aðeins stál frá þessu miðin að það fært þarna og komið með allar svona tölur og staðreyndir sem hann vissi og hann var rosalega flinkur í þessu og þannig stýra umræðinni en halda sig þá frá því sem kannski raunverulega þurfti að tala um og var það mikilvægast og þannig náðan svona að kjafta sig áfram og það er alveg ótrúlega hvernig hann tókst þetta. Þetta er auðvitað mjög áhugaveru karakter og náttúrulega þú veist að hann hafi náð þessum völdum og síðan náttúrulega fallið svona jafnrætt og hann komst upp á stjörnuhiminin en hann með þetta með sko maður orðsins ég held að það veri Taylor sem sagði það í bókinni The Origins of the Second World War sem held ég frá 1961 eða eitthvað ég held að hann hafi sagt að frekar en einhver annar að lykillinn að því að skilja Mussolini er að skilja að hann var fyrst og fremst blaðamaður það er það sem hann þú veist, það er það sem hann byrjar og þú veist, það er þetta hann, þú veist, jafnvel eftir að hann er komin til valda skilur þá er hann að skrifa greinar í hann að blaðið sitt skilur og þú veist, og til mér sem þeir að vera réttlæta Eþíópíu styrja 35 og svona skilur þá er hann að koma sko stefnu ríkisstjórnarinnar skilur fram í blaðaskrifum og svona og svona pislum og svona, það er áhugavert sko. Það er áhugavert, þú veist, að selja sögur, þú veist, og stýra því, þú veist, hvað er í orðræðinu, hvað er talað hvað er ekki talað og þetta er náttúrulega grundvallaratriði þetta í hvað var að segja, svona, lýðræðisríkjum og náttúrulega mikið að halda þetta haga þetta líka, Ítalíu þetta var ákveði svona lýðræðisríki, þú veist, hann náttúrulega var kosin, þú veist, hann komst til valda gegnum lýðræðið, auðvitað líka þetta með var það ekki konungurinn valdan og veitt honum umboðið á endanum algjörlega, en af hverju veitti konungurinn þetta umboð? Jú, vegna að hann hafði töluverðan lýðræðislegan stuðning Nei, en það skiptir máli upp á þetta náttúrulega upp á það að þetta þú ert með þetta svona mass society eins og við kalla það, þú ert með þetta fjöldasamfélag eins og bara okkar samfélag þetta er ennþá í dag, þetta er auðvitað munun, þetta er náttúrulega sem einkennir þetta 20. öldin og áfram að þegar þú ferð, við getum kannski segja að rætur þess samfélags liggi kannski hjá byltingunum, frönsku byltingunum, bandarísku byltingunum og allt það, þegar þú komið með sko fjölda fólk sem er að lesa og innbyrða upplýsingar, er að lesa blöð, er að lesa fréttir og þá náttúrulega auðvitað færðu þessar fjöldarhreyfingar og kommunismi og fasismi og allt þetta, þú veist, þetta er auðvitað hluti af því, þú ætlaði að koma fjöldasamfélagið þar sem að einhver leiðtogi stígur fram eins og Mussolini, sem blaðamaður og grípur orðið og næra athyglinni og býr til ykkur að sögu og heldur því og náttúrulega bara finnur svolítið upp bara þetta konsept með svona þessa áróðursmaskínu sko sem er svona algjörlega bara, sem við bara tengjum bara við Mussolini og Goebbels bara einhvern veginn svona þessi nútímalega áróðursmaskína búa til einhverja legar og fjöldaframlega þær í sjónvarpi og útvarpi og blöðum og í bíó og einhvern veginn svona hann er svona ákveðin frumkvöðull að þessu leiti náttúrulega eins og ég sagði áðan Mussolini og kannski frægustu fyrir það líka algjörlega og þá er reyndar að verða að skjóta hérna inn því það er áhugavert að Edvard Bernays held ég að sé borið frá nafnið hans skrifaði bók sem heitir Propaganda og sá guður kemur sér úr auglýsingageranum og þessi bók hefur haft gífurlega áhrif og ég held þessi svona bók sem kannski margir þekki ekki en hefur haft gífurlega áhrif til þess að Goebbels las þessa bók og hann nefnt talar það að eins og er bara í dag, þú veist, mikið af hugmyndunum sem við höfum í dag koma náttúrulega bara beint úr einhverjum áróðri sem maður gerir sér ekkert endilega grein fyrir hvaðan kemur og núna verður það algjört hliðarspor við ætlum að fara eitthvað í þá saumana þannig að við þurfum auðvitað ekki að gera það en þú veist, ef maður virkilega byrjar að spá í þú veist, hvaðan koma hugmyndirnar okkar okkur heldur maður eitthvað til dæmis bara með mataræði eða stjórnbólahugmyndir eða hvað það er þú veist, það er alltaf áróður, allstaðar af því það er alltaf einhverju hagsmunir það er alltaf að vera búið til einhverju sögur
og Við vorum aldrei upp við það allir að þú ættir alltaf að drekka mjólk og svo á fullorðinsárum þá allt í einu fór maður að heyra það að mjólk væri ekkit svo holl og svona einmitt, og þá kom allt í einu fram þessi græmmetisdrykkir sem voru kallaði fyrst haframjólk og möndlumjólk og þannig, en það er ólöglegt að kalla þetta það í dag, það núna þarf að kalla þetta einmitt, ég veit ekki hvað kallum þetta íslensku þá, hafradrykkur örgulega, því það er síðan að því að á tímabilið var haldið frá þetta var svo rosalega heilbrigt og meðan rannsóknir sýnir núna að þetta er mikið óhollara og verra þannig að þú veist, það er að endarast við svona hlutir Einmitt og Í gær var Zelenski mikil lýðræðisfrömmuður og í dag er hann algjör einræðisara segir í hvíta húsinu það er einmitt það er gott dæmi þetta og núna auðvitað og þetta er eldast mjög illa Já, við skulum ekkert fara neitt inn á current events held ég, þeir breytast nú bara dag frá degi þeir breytast nú allavega og þannig hefur þetta alltaf verið veist, og Mussolini auðvitað og fasistatinn auðvitað voru sérstaklega duglegir því að stýra orðræðunni og auðvitað líka hlaða upp undir þessa stórveldisdrauma það er heldur ekki tilvíðun síðan að þegar að þú horfir þá á kortið eins og við nefndum hérna áðan að Ítalía réði yfir Eritrea og Sómalíu að þá náttúrulega þegar Eritrea er ju fyrir norðan Eþíópíu og Sómalía fyrir sunnan eða svona suðaustan að þá auðvitað er létt að láta sér dreyma að leggja undir sig Eþíópíu til þess að sameina líka þessar nýlendur og búa til ennþá stærri nýlendu sem næð þá yfir stóran hluta af horni Afríku og Austur-Afríku Algjörlega það er bara eitt punktur í tengslu við þetta með við vorum að tala aðan sko, þetta með Mussolini alltaf að tala stríð og þessi stríðsensingamaður og svona og síðan sko er herinn ekki tilbúin fyrir það og þú veist og hann fellur svona hratt á stjörnuhimninum og þetta og það er einmitt það sem er svolítið áhugavert með þetta sko að sko orðræða fasismans líka skilurðu er svo herská skilaboð fasismans er svona þú veist stríð þú veist sá sterkasti lifir af við þurfum að brjóta hlekkina við þurfum að sýna hvað í okkur býr og þú veist og það er svona örlög þú veist við trúum ekki á að einhverjir aðrir eigi að þú veist ráða ferðinni skilur hugmyndafræðinni skilur þú og svo sterki á að taka sín eigin örlög í sínar eigin hendur og gera það með valdi krefja þessi hugmyndafræði fasismans og sér það þetta í öðrum fasistaríkjum og í Þýskalandin alltaf og allt þetta og þetta eru þessi orðræði sem er búin að vera þessi offisjál orðræða á Ítalíu náttúrulega skilur allan 3. áratuginn og 4. áratuginn skilur og svo þegar að kemur að seinni heimsstyrjöldinni og þegar á hólminn er komið þú veist, mér datt þetta í huga áðan þegar að tala landbúnaðarráðuneytið og svona að sko þá er sko hvorki herinn né iðnaðurinn né fólki sjálf sko þjóðin skilur líka er til í eitthvað svona Nei. Og þú veist það er enginn sem er búin að stilla sig inn á total war og það er einhvern veginn miklu svolítið öðruvísi í Þýskaland einhvern veginn það sem að menn voru svona kannski aðeins tilbúnar einhvern veginn í að þú þarftu auðvitað að stilla fólki svo nú til þess svolítið mikið verið að tala stríð og svona núna þessa dagana á þessi misserin þú veist, eru við Evrópubúar í dag tilbúin í að fara í stríð við Rússland til dæmis, þú veist, ég og þú Jói og Gunni út í bæ, skilur nei, af því það er ekki búið að hamra þú veist, það er ekki búið að ala upp í okkur eitthvað svona stríðsæsing nei. En þannig var það já í fasismannum skilur þannig var henn official retorík skilur, hún var svo herská var það. Þessna er þetta svo áhugavert að þeir hafi flogið svona beint á hausinn þegar hólminn á komið sko. Algjörlega og síðan er áhugavert að það voru síðan svo gífurlega útgjöld það er líka hluti af þessu þetta er svo bara sjáum þetta í okkar samtíma stór hluti af því okkur menn er ekki tilbúinir að verja meira í hernaðarmál eru þetta hvaðan þeir peningar að koma hversu marga skóla ætlar að hætta við að byggja hvaða brú ætlar að hætta við að byggja hvaða sjúkrahús ætlar að skera niður til þess að geta keypt skriðdrykk og fallbyssur þannig að til dæmis Eþíópíu herferðin þurfum ekki að vera að fara nákvæmlega í þaulan á því hvernig hún gekk en allavega það tala eins hana
Já, en það sem við finnst kannski áhugaverðast við það er náttúrulega kostnaðurinn því til dæmis það að Ítalía notaði 1/3 af gulli og erlendum gjaldmiðli sínum fyrir stríðið. Já, það er mikið. Bara þetta stríð. Og þá erum við að tala þú veist, þetta er náttúrulega mjög þungur baggi og þetta til dæmis var vandamál alltaf fyrir Þýskaland þegar Þýskaland var að hervæðast. Hvernig færðu nægu mikið erlenda gjaldeyri til þess að borga fyrir hitt og þetta? Já, ég sá það ekki þar að því voru að tala pening og útgjöld og svona 2,6% af heildar útgjöldum ríkissjóðs, það er að segja ekki prósent af GDP svo við talaðum í dag fór í hernað 1926 og þá kom upp í 18% 1936 Já. Á Ítalíu sko. Einmitt. Og það er það það leiti sem að þeir eru að fara hann inn í Eþíópíu. Já, og þá náttúrulega þarna allir með spyrja kannski líka svona vandamál Ítalíu er að það verið undirbúið sig kannski fyrir eitthvað stórstríð gegn sérstaklega Bretum og Frökkum sem aðal markmiðu þetta var auðvitað að ná Korsíku og ná hluta Frakklandi þarna alveg upp á Rón, áni ná Gíbraltar, Möltu, Kýpur, Egyptalandi og eitthvað slíkt. En síðan er samt alltaf þessi svona, hvað við segja, svona hliðaverkefni eins og þetta Eþíópíu-ævintýri. Því til dæmis, þú veist, Eþíópíu stríðið með fyrir fram með slims tölur ef við þá talum 18.000 herforingja þetta voru þá 477.000 hermenn sem tók þátt í stríðinu og þeir voru þá með 1500 fallbyssur, 500 skriðdreka, 450 flugvélar og svo líka áhugaverð hlutir það var 100.000 burðadýr. Já, alltaf Eþíópíu stríði átti líka að vera svolítið svona átti að vera svona spektakúl þannig ætluðu þeir sko að sýna heiminum hvar Davíð keypti ölið og þeir ætluðu sko algjörlega raskatlega þessi Eþíópíumenn eftir þessa niðurlægingu 1896 og þannig átti sko að sýna líka sko að Ítalía væri nútímalegt hernaðarveldi þeir ætluðu að koma þetta með nýjustu tekni og vísindi sko í skriðdreka og flugvélar og ekki minnst gas þeir notuðu náttúrulega gas þarna sem var nú ekki til eftirbreytni en þeir gerðu það og þetta átti náttúrulega að sýna sko. En síðan samt ávært eins og þetta með spurðadýrin að til samanburðar það voru með 19.000 bifreiðar þar þú veist mismunandi bílar og flutningabílar og eitthvað þannig en 103.000 burðadýr. Hvað hestar þá? Múlastnar, astnar, hestar. Já. Þannig að þú veist, þetta náttúrulega var ekki vélvættur hér, þannig að þetta marseruði fyrst og fremst. Þetta er náttúrulega kannski í landsvæða, þetta er svolítið kannski þannig að algjörlega að hluta til, en það er samt áhugavert og mikilvægt að hugsa út í þallins að seinni heimsstyrjaldir, sko fyrsti vélvætti herinn í seinni heimsstyrjöld er bandaríski herinn sem heldur inn í Frakkland. Já. Þýski herinn marseraði inn í Pólland, marseraði inn í Frakkland og marseraði inn í Sovétríkin. Voru þeir ekki með svona flutningabíla og keyrðu fótgönguleiðið í flutningabílum? Hlutaði, meginþorri marseraði. Nú. Og það er eins með Sovétríkin, þú veist, meginþorri til dæmis hersveitirnir í Síberíu, margar af þeim löbbuðu frá Síberíu, lögðast að í ágúst, voru komin til Moskvu í desember og sem beint í stríðið. Tóku þeir ekki lestina? Nepp, lestin var ekki nóg, kannski ekki flutt nóg mikið. Einmitt. Þannig að þú varst auðvitað með lestir og þú varst auðvitað með flutningabíla og allan á þannig að það var flutningsgetan var ekki til staðar, þannig að stór hluti af þessu liði marseraði. Og það er nefnilega mikilvægt að því það setur auðvitað setni heimsstyrjöld svolítið annað maður fara að sína á stríði því við sjáum alltaf þegar þú sér myndbönd úr seinna stríði, þá eru þetta alltaf skriðdrekar og það er flutningabílar og eitthvað þannig veist. Það er ekkert flott að sjá það er ekkert sett í forgangur að sína einhverja hermenn að labba eða með múlastna eða hesta og eitthvað þannig. Já. En svo auðvitað er náttúrulega landslæði náttúrulega líka, náttúrulega var lítið að vegum auðvitað þarna í Eþíópíu, en það til dæmis á stór hluta vandamáli ítalska hersins allt stríðið að þú náttúrulega þarft gúmí auðvitað til þess að geta búið til dekk fyrir vörubíluna þeirra og flutningabíluna og allt þetta og það til dæmis vantaði alltaf mikið gúmí
þannig að til dæmis að þegar var komið að lengra inn í stríðið að þá til dæmis voru þeir með herdeild sem þeir skilgreindu og kölluðu sem nú man ekki nákvæmlega hvað hugtaki var en það var allan að þannig sko, hún var ekki vélvætt eða hún var ekki motorized heldur svona getur verið vélvætt og það var vegna þess að sko þeir voru þjálfaðir í því að þeir voru keyrðir í flutningabílum en þeir voru ekki með flutningabíla þeir voru ekki til, áttu ekki flutningabíla en þeir voru svona þjálfaðir í því og hugsunin var að þeir myndi vera á flutningabílum eða myndi fá flutningabíla, já eða myndi fá flutningabíla En aðeins aftur að ef við klárum aðeins svona að fara í gegnum þetta svona í krónológiskri tímaröð Eþíópíustríðið gríðarlega mikilvægur atburður fyrir aðdraganda seinni heimsstyrjaldarinnar og fyrir þáttöku Ítalíu í henni vegna þess að eins og ég sagði hérna áðan þá þetta ákveðin vendipunktur og Eþíópíustríðið náttúrulega Abissíniustríðið landið hét Abyssinia var það ekki á þessum tíma? Jú Þetta var náttúrulega líka náttúrulega frægt dæmi auðvitað svona getuleysi þjóðabandalagsins til þess að koma í veg fyrir stríð bara svona skólabóku dæmi það auðvitað þar sem að náttúrulega Mussolini sko áður en hann ákveður að fara í þessa styrjöld þá hann búinn að fá tryggingar frá frökkum allavega það að þeir munu gefa þeim hvað segir maður, free hand í Eþíópíu ekki reyna að koma í veg fyrir það og þeir voru búin að túlka Breta þannig að þeir myndu heldur ekki fara í stríð við þá út af Eþíópíu og það auðvitað svolítið mikilvægt líka út af því að þá auðvitað Þýskalandi byrjaði að vera stærsta ógnin við Bretland og Frakkland og Bretland og Frakkland eru svona hafa svolítið áhuga á því að halda ítölum góðum þess vegna eru þeir ekki einhvern veginn að fara í heimstyrjöld þarna út af þessu sko en þetta verður samt auðvitað til þess að heimsbyggðin þannig séð fordæmir náttúrulega þetta stríð og þjóðabandalegi beitir efnahagsþvingunum en náttúrulega þjóðabandalegi var náttúrulega gagnrýnt fyrir það náttúrulega þeir beittu svo veikum efnahagsþvingunum og þeir til dæmis beittu þá ekki verslunarbann á kol og olíu sem var nú eiginlega sem skipti mesta máli í þessu samíki þannig að þetta oft svona notað svona dæmum þar sem að þjóðabandalegi brást til að koma í veg fyrir stríð og stórveldishagsmunir en þetta var samt til þess að Bretar mistu algjörlega trúna á ítölum eftir þetta og var svolítið svona eiginlega ekki aftur snúið og einn Sovétríki náttúrulega fordæmdu þetta líka og þetta svona var til þess að svona þessar eldri kenningar hafa bent á að Mussolini var svolítið svona seldur þarna til Þýskalands og það auðvitað svolítið mikilvægt líka út af því að þá auðvitað Þýskaland bandalegi við Þjóðverja náttúrulega auðvitað sérkafli í þessari sögu og hann náttúrulega sú saga auðvitað getur þú sagt að þessu við sögum aðan þú nefndir náttúrulega Austurríki þetta 1934 þegar Dollfuss er drepinn í Austurríki þá náttúrulega gera Þjóðverja sér líklega til þess að þeir byrja alveg strax þarna að tala Anschluss og Mussolini setur niður fótinn þar eins og þú komst að áðan og hann fer þarna með hersveitir upp í Brennersundið og segir blákalt nei við þessu en eftir Eþíópíustríðið 1936 37-38 þá breytast vindarnir einhvern veginn þannig og Mussolini verður einhvern veginn svona háðari Hitler og verður til þess að á endanum náttúrulega neyðist hann til þess að það er svona gjaldið sem hann þarf að borga fyrir hernaðarstyrk Þjóðverja er að leyfa þeim að endanum sameiningu við Austurríki 1938 var ekki og svo svona líka áhvert við þetta líka að eins og með Eþíópíustríðið það kom mönnum við á óvart að Ítalíu tókst að leggja Eþíópíu svona tiltölulega hratt undir sig það tók 6 mánuði cirka að því maður verður að taka með að því að Eþíópía er á stærð við Þýskaland og Frakkland til saman þannig að þetta er stórt land og lélegi vegir og náttúrulega mjög vanþróað samfélag að öllu leyti en þetta er samt kostað þetta heilmikið eins og bara tölvöldin hérna úr að kalla út alltaf 500.000
hermanna. Þetta kostar auðvitað helling náttúrulega bara í matvælum og veit að maður nota þarna fullt af skotfærum og sprengjum og allt slíkt. En síðan það sem gerist auðvitað að síðan þegar búið auðvitað að leggja landi undir sig þá náttúrulega þarftu síðan að stýra því og það auðvitað kostar náttúrulega líka en það náttúrulega voru mikið af þessum nýlendum ekkert nema bara efnahagslegt tap sérstaklega svona nýlendur sem Eritrea og Sómalía sem var hvað þá Eþíópía sem var ekki að slægjast eftir einhverjum sérstökum auðlindum þarna. Nei. En það sem að gerist síðan þarna eftir þetta þá brýst bara út næsta stríð, alltaf spænska borgarastyrjöldin og þá með tækifæri sinni Mussolini og maður orðsins og allt þetta undirbúið fyrir stríð og allt þetta, þá alltaf hleypur hann til og sér sér leik á borði, heyrðu, núna þurfum við að fara styðja auðvitað Franco, félag okkar hérna. Einmitt. Og það er svo áhugavert að hvernig það allir með þessi vindu fljótt upp á sig að þeir byrja að senda þarna bara svona sjálfboðaliða og þeir fara þarna í lok desember 36 en svo vindur þetta fljótt upp á sig þannig að til dæmis hérna miðjan febrúar 1937 þá alveg sko 48.000 ítalskir hermenn á Spáni. Það ekkert smá mikið með þér. Það alveg heilmikið herlið og þeir voru þá með hvað hérna segja 46 skriðdreka 1200 46 skriðdreka. Já, einmitt. Það sýnir samt líka kannski svolítið svona hvað skriðdrekar voru ennþá svona svolítið merkileg nýjung kannski að já. Þú veist, 46 skriðdrekar, það alveg sko. Já, og svo sérstaklega náttúrulega ég var að Spánn hafa neitt átt eitthvað skriðdreka að viti þannig að þetta hefur verið mikil búbót út af fyrir Franco. En já, kláraði upptalninguna, hvað meira? Já, 46 skriðdreka, hátt í 500 fallbyssur og 700 svona mortara og 1200 vélbyssur. Og þetta þá sjáum við, þetta heilmikið herlið. Var það ekki líka þannig að sko á meðan að Þjóðverjar og Rússar þeir sendu líka vopn og hermenn til Spánar. Það sem að Þjóðverjar gerðu og Rússar var að þeir sendu bara svona smotter í. Já. Þjóðverjar voru fyrst og fremst að þess að æfa sig í lofthernaði. Einmitt. Var ekki þarna Kondor, Legion Kondor. Jú, og Guernica. Og Rússar sendu eitthvað svona aðeins til þess að halda þessu gangandi sko. Já. En Ítali fóru bara all in og sendu bara besta stöffi sitt. Það nefnilega málið, eins og hérna sko þeir sendu allt í allt, það voru þetta 42.700 hermenn og það eru auki 32.200 sjálfboðaliðar, svona svart hvað kölluðu black shirts, svartstakkar, já. Já. Og þeir mista alveg 3.300 manns sem létust og hátt í 12.000 særðir. Þannig að þetta alveg heilmikið herlið. Svo bent að það líka hvort það sé Gucci sem talaði það Franco var viljandi að reyna að halda þessu gangandi lengi. Já. Það var hans hagsmuni sko að halda borgarastyrjöldinni gangandi lengi til þess að útrýma sko öllum óvinum sínum. Já. Og meðan Mussolini hélt náttúrulega að hann væri bara að fara aðna inn og út aftur. Já. Og svo náttúrulega dróst þetta svona svakalega langinn sko. Einmitt. En veistu það, hvort að þetta hafði mikil áhrif á gangstríðsins allir þessi herbúnaður Ítala? Já, því þetta var það mikið magn, þú veist, eins og hérna er með tölur fyrir fram að með að til dæmis þessar fallbyssur þeirra skutu, hvað segir hérna, þú veist, 10 milljón fallbyssukúlum. Þú veist, við erum að tala um það Regia Aeronautica, flugherri til dæmis, þeir senda alveg 213 sprengjuflugvélar og 414 orrustuflugvélar og síðan 132 aðrar stríðsflugvélar, þannig þeir náttúrulega stýrðu þetta, voru með yfirráð í lofti til dæmis, það skiptir náttúrulega alveg gífurlegu máli í hernaði. Þannig að þeir gáttu þetta varpa sprengjum á andstæðingarna, þeir gáttu ekkert gert. Þeir sendu náttúrulega gífurlegt magn af vopnum og skotfærum og flotin með þess aðstoðaði með skip og hitt og þetta. Þannig að þetta hjálpaði Franco rosalega, en það öllu líkið með Franco ekki fengið en stuðning hefði stríðið tekið lengri tíma og það er jafnvel spurning sem er velt fyrir sig hvort hann hefði getað unnið því hann alltaf var fastur út að það í Norður-Afríku til að byrja með, ekki Þjóðverjar sem flutta yfir með flugvélum. En þá náttúrulega líka sko, þarna er ítalska ríkið auðvitað búið að eyða miklu fjármunum í Eþíópíustríðið. Leiðu það stríðið er búið, þá er ekki byrjað að byggja aftur upp lagerinn af
sprengjum og fallbyssum og hvað það heldur þú farið bara í næsta stríðsæventýri þar sem að er eitt eða meira hergögnum, þannig að það ekkert verið að ná að byggja upp og þetta stríð náttúrulega dróstu út á longin. Þetta hafði mikil áhrif á hernaðargetu Ítala í seinni heimsstyrjöldinni. Já. Hvað eyddu miklu í þetta ævintýri þarna á Spáni. Já. Og allir þessi hergögn sem að fóru þar í súgin. Nei, ekki í súgin, þeir eru náttúrulega unnu. Jú, þeir eru unnu, en samt til dæmis eins og bara ítalski flugherinn skildi eftir að einhverja 500 flugvélar eftir borgarastyrjöldina og þá 500 flugvélar hljóma kannski ekkert rosalega mikið en fyrir ítalskan iðnað sem var svo takmarkaður. Já. Eða til dæmis að þeir fóru þarna sko mörg þúsund flutningabílar. Hvort það voru einhver 7.000, 8.000 flutningabílar. Þegar Ítalía fer inn í stríðið á sínum tíma þá vantaði landhernum einhver 10.000 flutningabíla. Auðvitað hefði verið mikill munur að hafa þessa bíla til þess að geta flutt vörur og flutt menn og slíkt. Það hefði kannski ekki skipt sköpum því það vantaði svo rosalega mikið öðrum búnaði líka en það gefur auðvitað alveg auga leið að það er mikill munur á því hvort þú sért með eitthvað lager af vopnum eða ekki og það er allir með eitthvað sem litar náttúrulega allan herstyrk Ítalíu gegnum allt stríðið. Það er endalaus vöndun á búnaði. Algjörlega. En þetta náttúrulega þarna auðvitað sá hann Mussolini fyrir sér að þarna væri mjög strategískt mikilvægt að fá vinveita stjórn þarna á Spáni. Já. Til þess að fá að þrengja að Frökkum og svo náttúrulega Bretum og Gíbraltar og svona og síðan þetta líka hugmyndafræðilegt náttúrulega og við getum talað það hvort að Spánverjar hafi verið eða Franco þeir hafi verið fasistar eða ekki en þeir voru allavega svona fasista megin í lífinu við erum allavega orðað þannig og þetta er svona ákveðin svona byr undir vangi Mussolinis þarna að sjá þarna fleiri stór og meðalstór ríki í Evrópu koma í þetta lið og svona fleiri lönd sem að vera líklega til þess að mögulega velta þessu versalakerfi sem að hann hafði áhuga á því að velta. Nei, við þurfum endur að taka það ekkert fyrir en við tala um Franco og já, spænska borgarastríð og svo líka sérstaklega áhört Franco og það lifði þetta allt af. Algjörlega. Ég man ekki hvernig kallinn lést en manstu það? Var það ekki milli 70 og 74 eitthvað svoleiðis? Já, þannig að það er náttúrulega líka svo áhugavert fyrirbrigði að hann hafi lifað þetta allt af. Hann var nú ekki mikið að þakka fyrir sig með því að hjálpa til í stóra stríðinu. Nei, en ég held að Þjóðverjar vildu ekki fá hann inn í stríð, þeir vildu hafa hann sem hlutlausan. Já. Og ég held reyndar að Þjóðverjar hefðu líka viljað að Ítalía hefði verið hlutlaus í stríðinu. Það hefði verið nýtsamlegra á heildina litið. Þú getur auðvitað ímyndað ef að Ítalía hefði verið hlutlaus í stríðinu hvort að það hefði verið eins með Mussolini. Já. Hann hefði náttúrulega kannski ekki lifað svo lengi, ég veit ekki. Nei, mitt. En ég er að spá ef við kannski að láta staðan með hér og því nú er þetta orðið svolítið langar umræður hjá okkur, kannski ættum við að láta staðan með hér og koma síðan aftur í seinni hluta þessa umræður þess að við ræðum bandalegi við Þýskaland, Öxulveldin og síðan kannski gang seinni heimsstyrjaldarinnar og kafa kannski aðeins í þessi hernaðarlegu smáatriði sem ég veit að þú er búin að kynna þig mikið. Jú. Það segjum við það gott hér í Billy gott fólk, komum aftur hér í síðara hluta, verið sæl.